kirkjugestir, greinilega velkomin til þessara kveðjustundar. Það ósk aðstandenda og ég held að það sé vel við hæfi að það allir með texta hérna á lögum og sálmum og endilega að taka undir. En við skulum hefja stundina á því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs Föðurs, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Himneski Faðir, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpa oss að syrgja ekki eins og þeir sem ekki hafa von. Hjálpa oss að sigrast á óttanum við dauðan í öruggri von upprissu og eilíft líf. Lát oss vera minnu þess að þú telur daga vora svo við getum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Bless oss þessa stund í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Í 121. Davíðssálmi segir svo: Ég hef augu mín til gjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Drottinn vörður þinn, Drottinn skýlir þér, hann þér til hægri handar. Drottinn mun varðveita útgöngu þín og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Amen.
Hebreabréfinu segir Páll postuli svo: Fyrirheitið að ganga inn til hvíldar hans stendur enn. Við sem höfum tekið trú göngum inn til hvíldarinnar, því að einhvers staðar svo að orði kveðið hinn 7. dag, og Guð hvíldist hinn 7. dag eftir öll verk sín. Sá sem gengur inn til hvíldar hans fær hvíld frá verkum sínum, eins og Guð hvíldist eftir sín verk. Amen.
öll rís á fætur og heyra heilagt guðspjall sem stendur ritað hjá Jóhannesi guðspjallamanni. Jesús segir: allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín, og þann sem kemur til mín mun ég alls ekki brott reka. Ég er stiginn niður af himni, ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess er sendi mig. En sá er vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá er vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, en sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen.
Náð sé meður og friður og Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Guð blessi þessar minningar og kveðjustund þegar við kveðjum hér í dag Ásmund á Stöng. Gömul bæn hljóðar svo: Augu mín legg ég til svefns, en hjarta mitt til Guðs. Drottinn minn, frelsari, syngdu mig sofandi, varveittu mig vakandi, mér að sofa í friði og vakna aftur í mínum góða Guði. Það sé og veri að eilífu. Amen. Í predikarunum í Biblíunni standa eftirfarandi orð: Indælt er ljósið og ljúft er fyrir augum að horfa á sólina. Því lifi maður í mörg ár, á hann að vera glaður öll þau ár. Moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var, en andinn til Guðs sem gaf hann. Amen. Predikarinn leggur áherslu á að horfa á hið jákvæða í veröldinni og njóta þeirra Guðs gjafa sem að Guð hefur gefið okkur. Hann bendir okkur á að stefna því að lifa og njóta lífsins í gleði hér og nú. Það er forréttindi að fá að vera til. Nútíðin skiptir okkur höfuðmáli. Eins og það er jafnt öruggt að við höfum fæðst, er nokkurn veginn jafnt víst að við munum hverfa úr þessari jarðvist. Það er þó ekki neitt sem við þurfum að bera kvíðboga fyrir, því að við mun taka framtíð í hendi Guðs. Sálin íklæðist andlegum líkama, eða eins og segir í 1. Mósebók: Þá myndaði Drottinn manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans, og þannig var maðurinn lifandi sál. Carpe diem segir gamalt latneskt orðatiltæki og merkir nýttu daginn. Það sem við tökum okkur fyrir hendur eigum við að reyna að gera sem best sem við getum. Þessi orð, nýttu daginn, má segja að geti staðið sem yfirskrift yfir líf og starf Ásmundar að viðbættri kímninni sem alltaf var til staðar. Ég á fallega minningu um Ásmund þegar hann bauð til tónleika í salnum heima á Stöng. Líf Sigurjónsdóttir kom með fiðluna og spilaði gömul þingeysk dægurlög sem voru spiluð áður fyrr hér í sveit undir dansi. Það lýsir Ásmundi vel að bjóða heim til sín til að hlusta á fallega tónlist, vel flutta, styðja við menningu í sinni sveit og fá til sín gesti. Það var í hans anda. Að loknum tónleikunum var tónleikagestum boðnar veitingar. Ásmundur hafði unun af því sem fallegt var og njóta þess með öðrum. Ásmundur Jón Kristjánsson fæddist 13. desember 1938 á Stöng hér í Mývatnssveit. Foreldrar hans voru Kristján Ásmundsson, bóndi á Stöng, og kona hans Lára Sigríður Sigurðardóttir. Ásmundur var 4. barn þeirra en alls urðu systkinin 5. Eldri en Ásmundur voru Sigurbjörg, fædd 1929, Ásdís, fædd 1931 og Jakob, fæddur 1934. Sigurbjörg lést árið 2020 og Jakob 2016. Yngri en Ásmundur er Sigurður Trausti, fæddur 1941. Ásmundur kvæntist 7. júlí 1960 Svölu Gísladóttur frá Tálknafirði. Þau kynntust á Laugum. Þeim var 4 barna auðið. Þau eru Kristín Lára Ásmundsdóttir,
Maki hennar Ásmundur Agnarsson. Börn hennar og Jóns Inga Guðmundssonar eru Guðmundur Örn, Svala Björk og Rannveig Anna. Kristján. Kona hans þriðju röðinni náttúrulega Kristján, kona hans Hrafnhildur Snorradóttir, Kristján Ásmund með Jóhannu Bárðardóttur og Jóhann Ólaf og Lovísu Margréti með Sveinbjörgu Ólafsdóttur. Svo í þriðju röðinni það Selma Dröfn, maki hennar Aðalsteinn Dagsson, þeirra sonur Ágúst Svan og Sigurbjörn yngstur. Langafabörnin orðin 12. Ásmundur tók við búin á Stöng ásamt Sigurði Trausta og síðar bætti Sigurbjörn yngri sonur hans við. Að loknu hefðbundnu barnaskólanámi hér í sveit fór Ásmundur 2 vetur í héraðsskólann á Laugum og vann næstu sumur hjá ræktunarsambandinu Smára, mest á jarðýtu en einnig við vegavinnu. Eitt árið fór hann einnig á vertíð til Vestmannaeyja. Ásmundur var virkur í ungmennafélaginu Mývetningi og þá sérstaklega í leikuppfærslum félagsins. Nægði þar að nefna ævintýr á gönguför, Delirium Búbónis, Músagildrunni og Leirhausnum. Þá ekki allt upptalið. Þessi leikstarfsemi veitti honum mikla gleði og ánægju. Börn hans fóru í grunnskóla sá Ásmundur akstur þeirra og tók þá fleiri börn með. Söng og tónlist hvers konar hafði Ásmundur mjög gaman af. Hann hafði fallega tenórrödd og var fenginn til að syngja einsöng, oft á tíðum með kirkjukórum hér og karlakórum. Á yngri árum spilaði hann á harmonikku og rafmagnsorgel. Ásmundur söng í karlakór Mývetninga og síðar karlakórnum Hreim, auk þess að syngja í kirkjukór Skútustaðakirkju og var tíma formaður sóknarnefndar Skútustaðasóknar. Sóknarnefnd vill koma á framfæri þakklæti til Ásmundar fyrir störf hans í þágu kirkjunnar. Það má segja velfari á því að nýtt útsendingakerfi sé í fyrsta sinn notað hér í dag, bæði vegna þess að Sigurður Trausti gaf sókninni þessa veglegu gjöf, en einnig hún í anda Ásmundar sem svo mjög lagði hönd á plóg í sinni sóknarnefndartíð fyrir kirkjuna. Undir hans stjórn var pípuorgelið keypt, planið ljósvætt og malbikað ásamt mörgu fleiru. Ásmundur fylgdist alla tíð með framgangi kirkjunnar og var annt velferð hennar. Hafa hann þökk fyrir. Já, Ásmundur tók áskorunum þegar kallað var á hann til félagsstarfa. Hann var tíma virkur í Sjálfstæðisflokknum hér á Norðurlandi og var meðlimur í Kívanisklúbbnum Herðubreið hér í Mývatnssveit árabil. Heima fyrir þegar barnabörnin og langömmubörnin kom í heimsókn fór Ásmundur með þeim í fjósið og drukkið var á eftir súkkulaði og heitt kakó. Afi hugsaði vel sína. Svo var mikilvægt að kynna fyrir þeim tónlistina, skellt í vídeó af einhverjum kór eins og þau að orða það. Kaffið og djúsin sem drukkin var korttekja að vera dísætt, alls ekki spara sykurinn að mati Ásmundar. Með framtakssemi og djörfung fóru Ásmundur og Svala af stað með ferðaþjónustu á Stöng innan ferðaþjónustu bænda. Þau reistu sér ekki hurðarás öxl en bættu smám saman við eftir því sem eftirspurnin jókst. Borað var eftir heitu vatni sem nýttist margvíslega, meðal annars til að rækta silunga sem gestum var boðið upp á.
Alltaf var gestkvæmt hjá þeim hjónum á Stöng og þeim þótti gaman að fá gesti og gerðu vel við þá. Fullt var af frændfólki á sumrum, fyrst ættingjar og systkinabörn Ásmundar og svo tengdafólkið að vestan sem kom og hjálpaði til við hvað eina sem þurfti að gera í ferðaþjónustunni. Síðar réðust Ásmundur og Svala starfsfólk frá Þýskalandi, Frakklandi og Póllandi sem halda enn sambandi við Stöng og sem Ásmundur og Svala heimsóttu mörg hver til þeirra heimalands. Ásmundur hafði gaman af því að ferðast. Fyrrum fóru hann og Svala með börnunum 4 í landróvernum í einum rykk vestur til tengdafólksins á Patró með smurt nestu og appelsín og malt undir sætinu. Síðari árin var haldið í haustferðir ellendis og skoðaði stóra kirkjur meðal annars. Ásmundur hafði gaman af að rifja upp ferðirnar þegar heim var komið. Margar ferðir fóru Ásmundur og Svala með ferðaþjónustu bænda og svo líka með kallakórnum hreim, meðal annars til Tíról í Austurríki, þar sem Ásmundur og Svala áttu góða vini. Þau nutu þessara ferða í botn, kynnast annars konar menningu og háttum og vera með vinafólki. Þau reyndu að komast á að minnstakosti einu sinni á konsert eða tónleika í hverri ferð. Svala lést árið 2016 og þá fór að bera á Alzheimer sjúkdómum hjá Ásmundi, hafði raunar byrjað fyrr. Ásmundur fluttist út á Skógabrekku á Húsavík haustið 2019 og lést þar 28. febrúar síðastliðinn. Fjölskylda Ásmundar vill þakka starfsfólki Skógabrekku fyrir þá yndislegu umhyggju og hlýju sem hann naut þar sín seinustu ár. Ég hef verið beðin hér fyrir kveðjur. Ingibjörg og Torfi á Hornafirði biðja fyrir bestu kveðju með þökk fyrir samfylgdina. Kristján, Sólrún og fjölskylda senda samúða kveðjur til fjölskyldunar og vilja þakka fyrir frábæra móttökur og samveru þegar þau hafa komið á Stöng. Megi Guð styrkja ykkur á þessum erfiðu tímum. Innileg samúðarkveðja er frá Lárusi Inga og Aldísi í Hveragerði. Og Sigurjón Þór Hafsteinsson hjá Nordic Travel biður fyrir innilegar samúðarkveðjur. Kveðja er frá starfsfólki og íbúum Skógarbrekku svohljóðandi: okkur langar til að senda kveðju í útför Ásmundars Jóns Kristjánssonar með þökkum fyrir samveruna síðustu árin og biðum fyrir kveðju til aðstandenda með þökkum fyrir gott samstarf við aðhlynningu hans á Skógarbrekku. Þökk fyrir allt, starfsfólk Skógarbrekku. Bestu kveðjur eru frá Baldri Baldvinssyni og Sigrúnu sem stöddir á Gran Canarí og geta því miður ekki verið hér í dag. Kveðja er frá Baldri í Ystahvammi til Ásmundar svohljóðandi: þakka þína vináttu, skemmtilegheitin og gestiristnina á þínu fallega heimili og svo komu ykkar í Hvamminn þar sem skilið var eftir bæði gleði og bjartsýni. Aðstandendur Ásmundar biðja ykkur að þiggja veitingar í Skjólbrekku að þessari athöfn lokinni. Guð blessi minningu Ásmundar á Stöng og feli hann í sínu náðarörmum. Amen. Í Jesú nafni. Amen.
Guð Faðir í himnaríki, miskunnar þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunnar þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunnar þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þín í friði fara, eins og þú heitið mér. Í augum mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberna heiðingjum og til vextenda líf þínum Ísrael. Lifandi drottinn, vertu nálægur á hverju stundu, hverfullar ævi og helga Jalli sporin, svo vér stödd nátinni hljótum það arfleið sem þú kalla oss til. Bless oss öll í lífi og dauða, blessar þú minningarnar sem þessi stund helguð og láta þær bera þig vitni oss til blessunar allra daga. Við þökkum þér fyrir þú gafst okkur ásmund, við felum þér hann og framtíð vor allra. Veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýr hjá þér. Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen. Og alla bænir voru af helvissu fyrir bæn sem drottinn hefur kennt oss og við biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og yfirinn að eilífu. Amen. Og við skulum taka vel undir í það sem að kalla hefur verið þjóðsöngum mývetninga, Fjalladrottning, móðir mín, og blessuð sértu sveitin mín. Hear me.
sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunnsemi hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúar á mig mun lifa þótt hann deyi. Að jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Algóði Faðir, veit honum þína eilífu hvíld og látið eilífu ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen. Blessi þig og varveiti, þóttin láti sín ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur, þóttin upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir, gefur og sigurinn, við Drottinn vor Jesú Krist. Amen.
Takk fyrir í dag.